Við höfum rætt skólamál nokkuð hérna, við höfum borðið undanfarið og reyndar bara undanfarin 2 ár, töluvert mikil umfjöllun hér sem að má finna, auðveldast að finna það með því að fara inn á YouTube, inn á síðun okkar þar og skoða hérna vídeós, þá var þetta trilla þar og það er líka leitartakki þar, má finna umræðina og við ætlum að vera með meiri umræðu skólamál í næstu viku, þá ætla ég að taka svona smá sirpu og fjalla leikskólan og svo grunnskólan og svo framhaldsskólan og líka tónlistarskóla. Þannig að það verður svona umfjöllun þá. En við ætlum að skjóta hér inn umræðu skólamál og þetta er svona eiginlega tilraun að fá þig, Björgvin G. Sigurðsson, sem að ert fyrrverandi stjórnmálamaður og sast á þingi og meðal annars í menntamálanefnd, eða ekki? En ert nú að kenna því? Já, ég búið með gaman að fylgjast með umræðinu hjá okkur skólamálin, af því að menntamálin sem sumstaðar eru mjög stór mál í pólitískri umræðu og oft mjög viðkvæm og stór, Bandaríkjunum og víðar. Fá í rauninni kannski allt og lítinn skerf hérna í umræðinni, svona raunverulega og það er alls konar hlutir, þar helst að koma kannanir sem sýna að það er kannski hallar undan og það er eitthvað í ólestri og fleira þeirra sem mál springa út, en það er kannski allt og lítið rætt þau svona í grunninn. Ég var í 8 ára, 7 ár í menntamálnefnd Alþingis, fyrst í stjórnarandstöðu með þeirra fyrsta skýrslan styttingu framhaldsskólans kom út, sem var í rauninni ekkit annað en boðskapurinn hreinan sparnað og niðurskurð og því var mætt með mikilli gagnrýni og svo liður nokkur ára til að koma til framkvæmda, 10 ár held ég. En svo var ég seinna formaður nefndarinnar í 3 ár og það var mjög skemmtilegt og svona var svona talsmaður flokksins í málunum í nokkur ár og fylgdist mikið með þessu og heimsóttu mikið í skólana og gerðum ýmislegt í þessu þá. Svo á seinustu árum þá er ég búinn að vera svona hinum megin við borðið í þessu og búinn að kenna á 3 skólastigum. Ég tók sem sagt að ég var með masterspróf í heimspeki og BA-próf í heimspeki og sögu, þá gæti ég tekið svona kennsluréttindanám á einu vetri sem ég gerði svona bara að ganni mínu fyrir þó nokkrum árum síðan og svo sem pældun oft í því einu sinni áður ég fór til stjórnmál en svo kom að því að ég ákvað að freista þess að nýta réttindin og fór að kenna fyrst í 1 vetur á miðstigi í grunnskóla og síðan er ég búinn að kenna ég veit ekki 70-80 námskeið íslensku fyrir útlendinga, bæði í Bólholtinu og Multikulti og hæðinni fyrir ofan og fræðslunetti Suðurlands. Og svo er ég að kenna núna félagsgreinar og heimspeki í Fjölbrautaskóla Suðurlands, annan veturinn núna og þá fær maður náttúrulega alltaf sýn á starfið og skólastarfið heldur en sem stjórnmálamaður þó maður og í rauninni hefði verið fínt að kannski hafa þessa reynslu áður alla sem að maður hefur öðlast núna á nokkrum árum. Ok, þá byrja ég að spyrja þig reynsluna sem kennari og að því að þú nefnir multikulti og íslensku kennslu fyrir útlendinga sem var nú bara í fréttunum í gær. OECD er að benda á það að íslensku kunnátta innflytjenda hér sem miklu lagari heldur en í eiginlega nokkuð öðru landi og einhver myndir segja já, íslenskan er svo flókin eitthvað, það getur nú ekki verið því það eru mörg tungumál sem eru flókin og þannig að þetta hlýtur að vera það að bara áhersla stjórnvalda á að kenna útlendingum íslensku er bara lítil. Já, þetta var mjög athyglisverð könnun eða skýrsla hjá OECD. Viðmiðið er 50% að jafnaði í öðrum EES-löndum sem sagt er fólk búið til eitthvað sér tungumáli. Hérna er 18% kom þarna fram. Og eins og ég segja þá er ég búinn að kenna mörg námskeið þarna og nokkur sem sagt flóttamönnum sem eru öðru vísi, það er frá Sýrlandi, Venezuela og Úkraínu og það er svona kannski öðruvísi starf, öðruvísi utanumtekt heldur en langstærsti hlutin eru þetta bara fólk sem er að vinna hérna. Og þetta eru, flestir þessi málaskólar eru stofnaðir af hugsjónafólki eins og Multikulti og fleiri sem að reka þessa skóla og stærsti hlutin held ég að tekjunum er í rauninni stéttarfélögin, verkalýðshreyfingin sem að kostar starfsfólki til að sækja þessi námskeið. Vinnumálastofnun auðvitað í einhverjum tilfellum og þessi skólar eru misjafnir, þeir eru með ólíkar kennsluaðferðir og námsefni og annað. Flestir held ég, allavega það sem ég þekki til að gera mjög fína hluti, mjög góða hluti. En þarna kom fram að
að það lítill hluti þeirra sem að vinna hérna og kominga til að vinna sem sækja þetta nám og gefa sér tíma til þess eða fara þarna inn. Þannig að það sem vantar held ég í rauninni miklu öflugri farvegur og svona kannski aðeins meira samræmi í þessu öllu saman sem veitir fólki miklu svona skarpar þarna inn. Þannig að þorrinn sem kemur hingað til lengri tíma fari í íslensku nám. Og tiltölulega fljótlega. Það þekkja margir sem hafa kannski farið erlendis að ef þú ert ekki svolítið einbyttur í að læra tungumálið og ert búin að lifa í landinu í 3 eða 4 ár, að þá fer að vera ólíklegt að þú náir. Já, og maður ofta að brýna því að fólki það þyrmir oft yfir marga hvað þetta að því finnst málfræðin erfið og beygingarnar og kynin og fleirtalan og ákveðningreinir og allt þetta og maður óttar að koma því svona til skil að auðvitað nauðsynlegt að þekkja málfræðina, kunna þetta og vita af þessu en aðalmálið bara orðaforði og fara að nota málið. Og þeir sem gera það, þeim farnast vel og þetta festa miklu betur rætur hérna. Mikið af þessu fólki eignast börn hérna, þau fara í leikskóla og grunnskóla og þá ansi erfitt að vera oft foreldri sem að hefur enga íslensku kunnáttu en svo þetta barnið, kannski þá þrítyngd að mörgu leyti, sko, þannig að. Við ræddum þetta töluvert síðastliðið vetur og það sem að mér fannst koma út úr þeirri umræðu, við ræddum fyrst og fremst við innflytjendur. Það sem að mér fannst koma út úr þeirri umræðu var númer 1, meginþorri innflytjenda vill læra íslensku og að íslenska sé millimál, þannig að Pólverji sé ekki að tala við sýrlending á ensku á Íslandi. Það bara þannig að hugmyndir Íslendinga að innflytjendurnir vilji ekki læra séu sko það sé bara ekki þannig. Númer 2, sko námsefnið ekki skipulagt að neinu ráði, þannig að þú kannski getur komið inn og ég mani það við vorum að reyna svona 8 gráður svo að segjum að tungumálnám sé frá 0 upp í 10 og 10 þá getur þú sko næstu orð ljóð og tjá tilfinningar þínar og eitthvað svona og kannski 1 og 2 þá getur þú unnið í uppvaskinu og getur svona kannski sinnt bara allra einföldustu hluti, getur farið í matvörubúð og eitthvað svoleiðis, að þá kannski nær tungumálanámið ekki nema upp í svona 3-4 hérna á Íslandi sem raunverulega í boði. Þannig að þeir sem að vilja vera sko fullgildari þáttakendur í samfélaginu, að þeir fóru að leita yfir í sko íslensku fyrir útlendinga í háskólanum sem raunverulega allt önnur ella. Svo var talað að sko kennsluefni væri mjög veikt, mörguleiti sko gamaldags, að það væri mjög viðkvæmt í sko málakennslu að nota kennsluefni þar sem að nemandi fara á tilfinninguna þessi bara eiginlega úrelt og þannig að svo náttúrulega stuðningur stjórnvalda og áherslu stjórnvalda að kenna þessum 70.000 manns eða hver hópurinn íslensku að ef þú skoðar sko framlögin og líka þau framlög sem sko skólarnir fá til þess að standa í þessu mjög lágar upphæðir og þú alveg rétt svo nefnir þetta hugsunarfólk eins og í multikulti og dósaverksmiðinu og einhverjum svona stöðum og þetta keyrt á áhuga fólk sko lítill peningur í þessu veik námsgögn og eitthvað fleira. Þetta var svona niðurstaða mín á því að fara í þennan rútt. Alveg hárrétt og þetta nákvæmlega eins og maður kynnist þessu að til þess námsefni sem að svona hið opinbera námsefni sem að til dæmis notað allans í fræðslunetunum einhverjum, það orðið áratuga gamalt og mér segja sko orðaforðin oft óþægilegur því að það svo margt breyst sko meðan að svona kannski séraðilar eins og multikulti uppfæra sitt námsefni löngu komnir inn með fólk sem að skilgreina sig hvort sem kallinn í konu non-binary og hán og þú veist bara jafnóðum en það engin samræming í þessu námsefni. Hið opinbera kemur raunni óskap lítið að þessu. Þetta eins og ég sagði þetta keyrt áfram af hugsjónafólki sem leggur á sig mikla vinnu fyrir litla uppskeru, nær kannski að núllreka þetta rúmlega. Og svo auðvitað opinbera aðeins eins og fræðslunetin sem svona sjálfsegna stofnanir hálfgerðar í eigu ríkis, sveitarfélaga og fleiri aðila sem að halda út í námskeiðum og þau ágætt, gamalt námsefni, engin peningur settur í það. En stéttarfélögin, verkalýðshreyfingin raunni stendur
nemendur undir þessu námi. Af því að þau borga fyrir fólki námskeiðin. Námskeiði kostar kannski 60.000 og fólk fær það greitt frá sínu stéttarfélagi. Þannig að þau standa undir starfsmenntasjóðum og að stéttarfélögin í landinu rauninni standa undir þessu námi, en það ekki þeirra að samræma námsefni eða búa til öflugri og sýnilegri farveg inn í námið og í rauninni að þrýsta fólki svolítið fastar inn í þetta og gera því kleift að stunda þetta. Þannig að það vonandi verður einhver vakning gagnvart þessu, þó að maður kannski hefur nokkið mikla trú á því. Það var allan smá umræðum þetta núna eftir skýrsluna frá OECD. Nokkrir innflytjendur nefndu að þeim þetta bara eðlilegt að í tiltekið störf var að gera kröfu íslensku kunnáttu og þá þyrfti fólk að klára nám 1, 2, 3 og 4 til dæmis ef þú ætlar að afgreiða í búð eða það sem þú mæti fólki. Svo eru margir. Það sem ég að segja þetta núna. Það komir á óvart hvað fólki sem ég að tala við sem eru innflytjendur og eru í íslensku samfélagi að þau voru nefna þetta og ég segi bara eitthvað svona að því að tilnýgin oft svo að það séu kannski einhverjir íslensku varðhundar sem að vilja þetta en að við tökum ekki undir það vegna þess að við séum að stríða gegn hagsmunum innflytjenduna en það eru innflytjendunir sem að segja að ef að ég fæ ekki að vinna í bakarín nema að klára 3 að þá verður bara atvinnureikandinn að senda mig í tungumálinu og taka þátt í þeim kostnaði með ríkinu og sveitarfélögunum og þetta er örugglega leiðin og til dæmis bara til að taka eitt dæmi af þessu að því að mörg þeirra vinna til eins og leikskólum og allir þekkja það sem hafa komið inn á öldrunarstofnanir og fleira og að starfsfólkið er meira og minna erlend af því að við einfaldlega höfum ekki mannskap til að manna þetta en margt af þeim vinnur á leikskólum og það er fólki sem lærir íslenskuna hraðast auðvitað af börnunum og það er svolítið gaman að kenna þessum leikskólakennurum og starfsfólki í leikskólana því að það er svo fljótt að ná sér í orðaforðan hjá sínum nemendum bönnunum. Þangað til þú lendir í hverfi það sem eru bara megin þorrin Já, svo er það annað. Já, nákvæmlega. Akkurat, þetta er orðið svo hverfaskipt. Þá hætti skólalóðin og fleira og hætti samfélagið að ýta undir íslenskukennslu eins og ég held að sé hægt að það er líklegt að svo staða sé að verða kannski í Fellaskóla, í leikskólum þar í kring, mögulega í Vík í Mýrdal þar sem er röðunin á það var einhver viðmælandi sagði okkur það að þeir sem voru að útskrifast í vor úr grunnskólanum að það var engin innflytjandi en það voru 90% af þeim sem voru að koma inn í grunnskólan. Já, akkurat. Algjör stakkarskipti á fáum árum. Og þeir sem að stýra þeim skóla eru náttúrulega bara að stýra í gegnum meiri háttabreytingar og þarna þetta verður enskan átt millimáli. Þetta er fólk frá mörgum löndum, mörgum þjóðurnum og þetta eins og kom fram í könnun í skýrslu OECD í gær, þetta er mikið fólk frá mið-Evrópu og austur-Evrópu og það eru nokkuð tungumál og þá verður enskan ofan á. Það var gagnrýnt af einhverjum að það voru foreldrafundir á ensku í Vík, þetta hefur örugglega verið í Vík. Herðu, þetta var því að þú hefur verið í þessu líka og þetta náttúrulega tengist skólakerfinu okkar, hvernig það er bara partur af því, þetta er fullorðinsfræðslan og tengist líka að íslensku kunnáttu foreldrana þegar þú kemur inn í grunnskóla. Þá er það grunnskólakennarinn, Björgvin, hvernig lítur hann út, sjónhólulega kennara? Já, ég kannski hef meiri reynslu af framhaldsskólanum og í sjálfu sér með framhaldsskólakennslu réttindi en því var akkurat breytt þarna árið sem að ég fór að brúka það var gefið út sem sagt leyfisbréf þannig að þú mátt kenna á öllum skólastöðum þannig að ég hef nú meiri kannski yfirsýn yfir framhaldsskólan heldur en grunnskólan en ég held að grunnskólinn sé samt að mörgu leyti í ágætum málum á Íslandi. Það verður algjör breyting fyrir aldarfjórðungi þegar sveitarfélögin taka þetta yfir. Þetta hefur þetta gengið misjafnlega sjálfsagt eftir styrk og stærð þeirra hvernig en skólinn hefur gjörbreyst síðan það er miklu fleira starfsfólk í þeim Heldur það að vera til bóta? Ég held að það hafi verið til mikilla bóta fyrir skólan en það hefur sjálfsagt reynst mörgum sveitafélaginu erfitt að sérstaklega svona stækkandi sveitafélagum og þessu minnstu en þau fóru þá í samstarf oft þetta en ég held að það hafi verið grunnskólanum til mikilla bóta þegar að sveitafélagin tóku rekstur þeirra yfir og eins og
ég held líka að sé mikill munur á þeim eftir þessum stóru skólum þar sem að einn kennari kannski og einn stuðningur með 30 pluss í bekk eða í minni skólunum og þetta er erfitt starf. Og sveitafélögunum þarf auðvitað að verða gert það líka kleift að reka skólan eins og þarf að gera, sérstaklega hvað varðar auðvitað launaþáttinn. Þetta er ennþá auðvitað með að við allt þá starfið auðvitað allt og illa launað, sérstaklega í grunnskólanum og leikskólanum. Þannig að sveitafélögunum þarf auðvitað í gegnum tekjaskipting og annað að vera gert kleift að þetta er náttúrulega stór þáttur í rekstri sveitafélagana, það er rekstur þessara tveggja skólastega. Og líklega hefur ríkið svindlað á sveitafélagunum eins og gera alltaf. Á sínum tíma mikil ósköp. Alltaf þeir sem semja við ríkið svona að þeir koma peningar með verkefnunum, þeir tapa alltaf. Þeir er alveg skítap á því og sjálfsagt hafa margir kennarar oft óskað þess að þeir væru bara ennþá hjá ríkinu en ekki á sveitafélagunum, það væri öflugri viðmælandi og svona, en ég held nú samt að í stóra samhenginu hafi það verið skólastarfurinn til bóta. Framhaldsskólinn, hver er staðan á honum? Staðan á honum er nefnilega mörgu leyti lakari og að sumu leyti verulega mikið. Eftir að það var ákveðið að fara í þessa styttingu, að þegar þetta var rökrætt mest hérna á sínum tíma, þá voru við til dæmis mörg með þann málflutning að það væri sjálfsagt að stefna því að stytta námið hjá þeim sem að réðu við það og vildu fara hraðar í gegn, sem eru auðvitað ósköp lítið mál, sérstaklega í fjölbrautakerfinu, en ekki að skerða námið. Þetta var sett fram á sínum tíma sem sparnaðaraðgerð. Þetta fyrir 20 árum það átti aðgerðin að spara þá einhverja 800-900 milljónir sem er sjálfsagt upprekni í dag þá nokkra milljarða á ári sem að bara klippa þetta út. Svo er þetta rætt áfram og þá átti að ná þessum ávinningi í stað þess að skerða námið, þá átti að svona færa eitthvað niður í 9. og 10. bekk og en þegar uppi staðið þá er þetta hrein skerðing. Þau eru að fara þarna mikil pressa á þeim þessi 3 ár. Valfögin sem auðvitað gera framhaldsskólan litríkan og skemmtilegan, listgreinar, verkgreinar, heimspeki og hitt og þetta er í rauninni hafa veikið. Það má ekki vera að því að taka það. Nei, og skólarnir, það næst ekki áfangana, þannig að þeir eru bara ekki í boði og kendir. Krakkarnir fylla töfluna þeir sem þurfa að taka og þetta er rosalega pressa og þetta er mikið álag á þeim og svo kannski þegar þau koma út úr þessum 3 árum, útskrifuð 19 ára gömul, þá fullir því að langstærstur hlutir þeirra hefur ekki hugmynd hvað þau vilja taka sér næst fyrir hendur, er í smá sjokki að vera komin út úr þessu sem sagt í rauninni ofsnemma. Félagslífið sem er auðvitað stór þáttur á þessum árum og mikil partur á menntuninni, það í rauninni líka víkur algjörlega. Skólarnir hafa breyst. Félagslífið hefur vikið að stóru hluta líka út af sem sagt meiri námsraða, meiri hörku þarna og meiri kröfum og þau hafa minni tíma til að sinna því líka og þau fara þarna þá auðvitað út á vinnumarkaðin, ýmis störf og það er auðvitað hið besta mál og partur af þessu öllu saman líka. En þau eru að fara þarna verr undir búin of snemma út úr framhaldsskólakerfinu. Þetta var ekki vel gert og það hafa kannanir sýnt að brottfall hefur aukist. Það er ennþá færri sérstaklega strákar sem að klára hvort sem það er stúdentsnám eða verknám og þannig að svona menntalega séð var þetta mörguleyti svolítið katastrófa og félagslega líka. Svo kemur COVID-veturinn inn í þetta að fyrstu árgangarnir sem voru í styttingunni lendi í COVID líka og þetta ígir það brottfallið ennþá meira og laskaði skólana sem eru enn svona að rísa félagslega upp úr þeim erfiða vetra því að það bitaði langt mest á framhaldsskólanum. Grunnskólinn, hún var ekki lokað og farið í fjarkennslu, hún var haldið meira úti. Framhaldsskólinn meira og minna lokaði og hann er líka ennþá að jafna sig á því. En af hverju er þetta gert? Þetta var ekki krafa frá skólasamfélaginu, þetta var krafa frá viðskiptaráði og samtökum atvinnulífsins. Nákvæmlega. Af hverju eru þessir aðilar að stjórna skólakerfinu í Íslandi? Það er annars vegar held ég, þetta er eitthvað svona undarleg, það er svo erfitt að bera líka skólakerfin saman á milli landa. Menn voru síðan í Bandaríkjunum og þá eru þau búið með high school 18 ára og komin í college og svo. En þetta er bara allt annað kerfi. Það er allt annað system. Þar eru þau
á einhvers konar unglingamillistígi og svo þannig að það svo erfitt að bera þetta saman og meira segja Þýskaland og Danmörku, það öðruvísi fyrirbæri þar sem hafa þróast á síðustu 100 árum. Og þannig að þetta var einhver svona hugsun að þau ættu að vera komin fyrr út á vinnumarkaðinn, bara fyrirfarin að afla tekna, hærri ævitekjur og svo framvegis sem að ég held að muni sýna sig að sé alls ekki rétt, bara alls ekki, meira brottfall, þau taka sér flest frí frá námi 1-2 ár eftir stúdentspróf til að meðan þau átt að sagðu hvað þau vilja læra og flest ekki tilbúin til þess að taka þessi ákvörðun 19 ára gömul og hinn út frá sjónarhóli stjórnmálanna þá var þetta sparnaður. Það bara verið að spara, fækka kennurum, taka út einn árgang þetta auðvitað dýrt þannig laga séð, þetta auðvitað ein mesta fjárfesting samfélagsins í velferðinni, það að mennta börnin og ungmennin upp í þetta og við það sem að var svo mikið í umræðinni að reynda að halda fram á sínum tíma, það var að samhliða því að námið yrði þá stytt í þeim skilningi að fleiri færu hraðar í gegnum það, þá yrði verknámið og starfsnámið aukið og styrt á móti. Og það hefur alls ekki gengið eftir heldur þó að einstaka skólar hefur kannski breytt áherslum og það auðvitað heilmikil ásókn í það og við ásókn en það bara ekki nóg framboð af því. Það Ásmundur Einar hefur boðað uppbyggingu á verkmennta byggingum við skóla hringinn í kringum landið. Já, það gott ef að það gengur eftir og það mikilvæg fjárfesting og það var til dæmis byggt nýtt verknámshús við skólans þar sem ég að kenna, Fjölbrautaskóla Suðurlands fyrir 10 árum síðan og þetta algjör bara þáttaskil í náminu, bara nútímaleg aðstaða og þetta laðar fleiri að og bæði kennara og nemendur. En var þarna, þetta átökum svona grundvallar hugmyndir menntun, annars vegar svona með aldrei einföldun, annars vegar hugmyndin það að þetta sé tími þar sem að krakkarnir hafa tíma til þess að bara þroskast. Það er mikilvægt að hafa félagslíf og finna sjálfa sig eins og var kallað í gamla daga og kannski að byrja á einhverju og hætta við og fara að gera eitthvað annað. Þannig að það er bara mikilvægt að hafa svona rými þarna og þetta sé tíminn til þess að sækja sér fjölþættilega menntun að þóttu endi sem tannlæknir þá bara býrðu að því að hafa lært aðeins einsbyggi og hitt og þetta á leiðinni. Hins vegar eftir með svona einhverja skilvirknishugmynd að við þurfum að fá bara krakkana tilbúna út í atvinnulífið til þess að knýja áfram hjól atvinnulífsins og það er bara sóun að vera með þetta auka ár þarna og við bara keyrum þetta í gegn og var þetta kannski umræðan þó að hún var aldrei á yfirborðinu. Og þá snýrist þetta alltaf eitthvað svona sparnað eða eitthvað svona tæknilega atriði en umræðan það sem við ættum að hafa menntamál komst aldrei upp á yfirborðinu. Nákvæmlega og að því ég spólaði áðan tilbaka 20 ár þegar skýrslan kom út, þegar Tómas Ingi Olrika menntamálaráðherra kemur út þessi fyrsta styttingarskýrsla og hún var skotin í kaf, bæði af skólasamfélaginu og þeim sem voru á móti þessu í stjórnmálunum að því að þetta sparnaðar áformin og einmitt hagkvæmnis svona ameríska pælingin í þessu öllu saman skein svo í gegnum þetta allt saman. Þannig að það er ekki tilviljun þegar þú skoðar það hvað var mikill munur á afstöðu fólks til vinstri og hægri til þessara áforma. Þeir sem eru til hægri og lengst til hægri voru mjög áfram að þetta gengi eftir. Bera litla virðingu fyrir því sem að í rauninni skiptir mestu máli er að ungmennið fari þarna í gegn á sínum hraða, þroskist og eflist félagslega, sérstaklega félagslega. Það var eins og mjög góðu kennari sagði til að geta virku þáttakandi í lýðræðslegu samfélagi. Það var eins og einn góðu kennari sagði eins og við mig, vorum að ræða nemanda í grunnskóla að þú veist skiptir í rauninni ekkert máli hvað hún er að læra núna og þanniglega séð og hvað árangur það bara barninu líði vel og það fari sátt og ánætt í burtu. Og það er auðvitað kjarni málsins að þau fái og þú sér að þetta er svo mikil yða framhaldsskólarnir. Þau koma þarna inn sem börn og fara þarna út svona sem semi-fullorðna manneskjur og eiga að hafa tíma til að njóta þess, hafa gaman að þessu, taka þátt í félagslífinu, listum og öðru slíku sem að framhaldsskólarnir hafa oft verið svo dýnamískir af og þú lest oft framhaldsskólalífið í gamla daga og þegar menn að rifja þau upp og segja frá því í gömlu ævisögunum
dögunum, það voru að þessir þættir sem þetta stóðu upp úr og þetta er bara vikið. Og þetta er mikill munur á milli félagshyggju og markaðshyggju sjónarmiða í þessu. Og eins og þú sagðir áðan, það komst kannski aldrei upp á yfirborðið. En það er engin tilviljun hverju keyrðu þetta hérna í gegn á sínum tíma að lokum. Það var hægri sinnu ríkisstjórn Sjálfstæðis og Framsóknarflokks. Þetta fór umræðu lítið í gegn. Kennarasamfélagi núna áratug seinna er meira og minna allt ennþá í hálfgjörðu áfall yfir þessu, af því að það er núna að koma fram afleiðingarnar að þessu. Daglega heyri ég rætt þetta. Sem var vara við. Já, þau voruðu mjög við þessu og það er sama hvort að fólkið sem maður heyri tala þetta sem að vinna hérna í skólunum, hvað sem það er í pólitík, en það bara upplifir þetta svo sterkt hvað þetta hafði neikvæð áhrif á skólana, laskaði skólana og kemur, eins og ég nefndi hérna áðan, og taldi upp mjög niður á nemendunum að mjög mörgu leyti. Þannig að þetta var sorgleg aðgerð. Hún var auðvitað aldrei tekið tilbaka, eða væntanlega ekki, en það er auðvitað hægt að berja í brestina. Og það er hægt að mæta þeim ágöllum sem hafa komið fram með ýmsum hætti, held ég. Og vinda með einhverjum hætti ofan að þessu. Svo upplifa þau, finn ég mjög, að þeim finnst að pressa að klára þetta á þessum 3 árum. Þó að skipta auðvitað engu máli í fjölbrautaskólakerfinu hvort þú tegir það eina önn lengur eða 2, engu máli, það er annað í bekkjarskólanum, sko. En þeir finna fyrir mikil pressu að klára með hópum á réttum tíma. Já, það er bara normið og fólk á þessum aldrei vil náttúrulega ekki vera mjög langt út úr norminu, ekki meginþorrin. Og þá verður það líka til þess að þeir sem að byrja að hægjast á og sjá að þau eru ekki að ná þessu, þau bara hætta. Frekar en að vera með sem þeim finnst yngri hópunum þegar þeirra jafnaldrar eru farnir. Þannig að það er mjög margt sem að hefur komið fram í þessu sem að var til þess að veikja og laska framhaldsskólakerfi verulega. Og og þeir eru verið að tala brottfall og framhaldsskóla, það ættu að horfa á þetta, ekki síður heldur en ólíka samsetningu nemendahópsins, að nú eru náttúrulega komið miklu hærra hlutverk fólks af erlendum bergi til dæmis, sem að hafa minni stuðning miklu minni stuðning og líka ímynda hvort að þau þurfi ekki líka meiri tíma til að fara þarna í gegn, sko. Eða skólarnir aðlaga sig að því að hluti nemendanna eru ekki með þann stuðning á heimilinu sem að raunverulega kerfið reiknar með. Já, það er líka að gera skólanu kleift, við vorum að tala á hann íslensku sem annað mál, íslensku fyrir útlendinga, að gera skólanu kleift að bjóða upp á öflug námskeið í því, að því að það er náttúrulega að koma alltaf fleiri og fleiri ungmenn inn í skólana sem að kunna flest einhverju íslensku, sumi enga, það meina börn líka flóttafólks og þannig að það þarf líka að mæta því þar. En það er svolítið saga í þessu, að það kemur fyrst skýrsla frá Tómas Inga Orlik og hún er hlegin út. Já. Svo kemur önnur, og svo hendur hann næstið í gegn. Já. Það er svona ákveðin aðferð. Það er ákveðin aðferð. Það var ekki hlusta á nein mótrök, heldur bara þannig að smátt og smátt normalíserast hugmyndin og allt í einu styrkist hún bara með því að hún er alltaf og þreytist líka andstæðan að búið að segja allt saman. Og talandi einmitt lýðræðið og allt það, því að þarna varstu með í fullri að mikill meirihluti foreldra í könnunum og ég er sannfærður það var á móti þessu. Það er allar miklar efasemdir þetta. Það var sama við bótasöluna og bótakerfið. Já, nákvæmlega bótakerfið. Þetta er stóru málin og kennarasamfélagið og það voru svona þetta hafði eiginlega bara stuðning innan úr Sjálfstæðisflokknum og örugglega einhverju þar sem höfðu vasemdir þetta, en þaðan kom málið og er keyrt fram aftur og aftur eingöngu að menntamálaráðherrum Sjálfstæðisflokksins. Á menntamálaráðherratíð til dæmis að koma þarna 4 ár þar sem framhaldsskólinn fær að vera í friði fyrir þessu og það er 2009-13. Katrín Jakobsdóttir er menntamálaráðherra. Hún ætla ekki að staðhafa neitt hennar skoðun, en hún var allavega ekki að halda þessu máli fram eða berjast fyrir þessu og vera örugglega verið á móti þessu. Leið og sú stjórn er farin frá,
eftir þau átaka ár og við erum komin aftur í normið með Sjálfstæðis- og Framsóknarflokk, helmingaskipta flokkan aftur þarna, að þá og með massívan meirihluta í þinginu eftir sögulegan kosningasigur Framsóknarflokksins út af niðurfellingu skulda. Eftir úrskurði EFTA-dómstólsins. Já, nákvæmlega, akkurat og sem skóp í janúar það ár skóp hinn mikla sigur þeirra og þá þetta bara keyrt í gegn. Stjórnarandstaðan var náttúrulega svo löskuð og tjónuð og í miklu losti eftir hamfarir í kosningunum að hún náttúrulega hafði óskuplítið, veitti lítið viðnám. Þarna var engin stór flokkur til lengur í stjórnarandstöðu, voru nokkri litli flokkar sem að ég segi voru í sárum og losti eftir kosningar og 4 erfið ár í ríkisstjórn, sum 2 þeirra. Þannig að þetta færi og svo þetta bara keyrt í gegn. Þetta bara svona. Það bara búið að ákveða það að næsta vetur verða MR, Vestló, MS og bekkjaskólarnir ári styttri. Framhaldsskólinn fjölbrautaskólarnir þurfa bara verskú að klippa þetta niður hjá sér og pakka þessu inn í þennan kassa, þennan 3 ára kassa. Þó að sjálfsögðu sem ég nefndi áðan þá geta nemendurnir auðvitað verið lengur þar og enginn að skipta sér að því. Þau bara eru áfram og taka þetta þá á 7-8 önnum eins og áður en ekki 6 en svona var þetta hoggið niður, þetta var bara hoggið af kerfinu á mjög skömmum tíma. Aðlögunin var lítil og stutt en afleiðingarnar að mörgu leyti katastrófískar, menntalega séð og alltaf að koma betur og betur fram á hverju einasta ári sem frá líður þessu öllu saman. Þó að þessi sjálfsagt svona að gæta allra sanngirni og taka inn í afleiðingar af COVID-árinu líka, en þá eru niðurstöðurnar af þessari styttingu sem var bara hrein skerðing og sparnaðaraðgerð til að koma fleirum hraðar út á vinnumarkaðinn og spara hinn opinbera fé og svo þetta samfélagslegu sparnaðar að þessu örugglega engin af því að þú bara fleiri sem að duttu út en kannski langaði til að klára eitthvað. Þetta hefur svo sem ekki verið svona fyllt eftir. Þetta svona eitt af þessum stóru aðgerðum. Ég meina, í svona venjulegu samfélagi þá ætti að vera eitthvað svona rannsókn á undan og svo ákvörðu tekin og svo rannsókn eftir þess að metana og eitthvað. Það bara ekki gert því þetta raunverulega bara svona eins og hugmyndafræðilega ákvörðun. Það þarf ekkert að vera að tekka á raunveruleikunum af því að þetta bara sannleikur. Það annað svona kannski ekki hliðstætt en svona í einhverjum skilningi það var til þess að gamli tækniskólinn sem var opinber skóli og gegndi þetta svolítið merkilegu hlutverki. Annars var að vara með svona brú eða frumgreinadeild þar sem að iðnaðarmenn gátu farið inn og klárað svona iðnaðarstúdentinn og farið svo í tækninám. Mjög merkilegu skóli og gegndi miklu hlutverki og margir kannski sem voru búin að starfa sem iðnaðarmenn í 10-15 ár og langaði kannski að breyta til og fara þangað. Hann var lagður niður með man alltaf að frumvarpi komin í þingi. Það var engin umræða, það var ein setning. Bara Tækniskóli Íslands er hér með lagður af. Og hann var sem sagt settur inn í HR í einhverjum skilningi og sem að auðvitað sjálfseignarstofnun en einkarekinn skóli þó hann sé auðvitað rekinn meira og minna með ríkisfjármagn og allt það. Það eru félögin í samtökum atvinnulífsins sem eiga hann. Já, nákvæmlega. Og ríkið, eins og ríkið gaf raunverulega þessum aðilum líka iðnskólann. Já, og gaf þeim Tækniskólann og þar svo aftur opnuðar svona svipaða línur og svipaða leiðir einhverju leyti en þá allt í einu komin auðvitað mörg 100.000 króna skólagjöld, bara allt annað mál. Ok, hvort sem þetta var rétt eða röng ákvörðun, þá var hann ekki einu svona rædd. Og ekki rökstutt að neina viti. Nei, það var bara leið að því, sko. Þetta bara einhver aðgerð sem bara þrýst í gegn, út frá einhverjum. Þarna var Sjálfstæðisflokkurinn mjög sterkur og dóminerandi í þessum málaflokki eins og hann hefur náttúrulega verið meira og minna frá lýðveldisstofnun með allt og fáum undantekningum, Svava Gesson og Katrín Jakobsdóttir. Þannig að En eftir sem áður þá ef þú lest Moggann og ef þú talar við sjálfstæðismenn þá upplifðu þau að skólakerfið sé einhvern veginn í höndunum á okkur kommunistum og það sé þess er svo mikilvægt fyrir þá að þröngva þar í gegn einhverjum breytingum. Án þess að ræða við kommunistana. Og líka breytingu sem að snúa svolítið það að taka völdin af kennarastéttinni eða skólunum þannig að inn í skólakerfinu sé ekki eitthvað svona framþróun og leita lausnum heldur sé hægt að stýra þessu einhvern veginn svona ofanfrá. Og umræðu lítið og kannski texta svolítið að því að skólamál oft ekki kannski neitt
virka kannski ekki alltaf mjög spennandi og sterk í hinu opinberu umræðu. Þú veist, það annað sem að kannski dóminerar hana, bara allt það sem að gerast. Ég skil ekki hvernig það því að við komum að þá hefur við tölvöld mikið fjallað skólamál. Já, það bara gríðarlega mikil viðbrögð við því. Mjög mikil, og ég tók eftir því, og þess vegna einmitt hafði ég sambandi við þau daginn, að ég tók eftir viðbröðunum við umræðuna, því að þetta var svo mikið raritet. Þetta allt og þetta svo lítið fjallað þetta, því ég held líka að þegar við fjallað líka það sem þið kölluðu hrun fjölmiðlana og hvernig þeir hafa breyst og veikst og allt og samfélagsmiðlar og internetið og allt það það sem eftir stendur á þeim kannski gefur sér ekki sveigrum tíma eða tekur önnur mál fram yfir ég skal ekki segja nákvæmlega til það en að því að þetta eru mál sem að foreldrar og margir bara hafa mikinn áhuga á og vilja heyra en það sér það oft inn í skólunum sjálfum þeir eru mikla breytingar og það eru kannski boðaði fundir þá streymir fólk að og hefur mikinn áhuga á þessum málum Já, skiljanlega undanfarin ár þá hefur náttúrulega verið svona bara stigvaxandi umræða í tengslu við birtingu PISA-kannana og kannski svona ýktustu viðbröðin voru svona síðast en það kom Ísland illa út á viðbröðin eru svolítið eins og að skólakerfinu sé ekki treystandi fyrir börnunum okkar að þau eru með börnin okkar að fá þessa peninga og þau skila börnunum okkar ólæsum og það sé bara eitthvað kaos þannig við verðum eiginlega að taka stjórnina að það verða að gera þetta með einhverjum öðrum hætti setja inn einhverju próf sem getur verið aðhald á skólana svona Voyager hugmynda hægri manna að ég sé foreldri þá rétt á að bara kaupa bestu menntuna fyrir barnið mitt ef að Altamýrarskóli er lélegur þá fer ég bara með barnið í Hagaskóla og þannig að við verðum að keyrandi fram á milli í leitinni að bestu vörunni á skólamarkaði það er annars að þessi svona hugmyndir en svo undir er líka umræða sem að mér finnst samahátt og áðan ekki svona ná að brjótast fram sem eru svona hugmynd, bara ólíkar hugmyndir menntun það sem að þeir sem að nota PISA mest til þess að berja á skólakerfinu og kennarastéttinni virðast líta svo á að nám eigi að vera kannski svona eins og það var kannski 1950 og 60 Akkurat að vorið sem að ég nú nefnda vorið kom inn í 11 ára bekk hjá mér þegar Ingvar Sigurgeirsson kom þar úr námi og tók við bekknum og bara snéru öll á hvolfi í skólanum og við hættum að snúa fram og það voru bara svona 4 borð söst saman og það voru komnar svona umbúðapappir upp eftir öllum veggjum þar sem að voru alls konar verkefni í gangi og það bara kom breytingin á skólakerfinu kom þarna inn á bara einum degi til mín hann er mikið kendur litur og kennsluaðferð hann heitir bókin já, mikið kendur í kennslufræðinni en ég var að vitni að þessu sögulegu stund þegar bara mætti gaman að heyra en umræðan þetta hvað á skóla vera hvernig hvað eiga börnin að fá út úr skólanum mér finnst ekki verið einhvern veginn hafa náð fram og í umhverfinu það er svona þessar með mælingarnar og svona þá er verða til svona hugmyndum að foreldrar að gera kröfur á skólana að skólinn á redda alls konar hlutum sem er náttúrulega mjög sterkt líka í samfélaginu að kemur eitthvað upp að þá er skólanir að leysa það mál en það er eins og við sem samfélag byrjum ekki ábyrgð á börnunum lengur heldur síðan orðið skólana sem er að gera það þannig að það er þrátt fyrir þessa miklu umræðu skólamáli þá finnst mér eins og að það sem að ég held að flesti sem að mæta á fundi til þess að ræða skólamál inn í skólunum og sem eiga börn í skólunum væru til í að ræða að mér finnst það ekki vegna þess að undirliggjandi er eitthvað svona umræðan sem drifin áfram af þeim sem að sjá að þeir ætla að nota þetta ástand til þess að ná einhverju tilteknum markmiðum fram. Akkurat, einhverjum breytingum. Þetta er hárrétt og það er svo margt sem að eins og þessi átök líka að mörgleitum samræmdu mælingarnar sem liggja svolítið hliðstætt þessu og það átti líka þarna á svipuðum tíma
og styttingin og skerðingin kom fram upphaflega fyrir 2 áratugum, það átti líka að setja samræmt próf á stúdentsnámið og sem sagt framhaldsskólan. En þetta var leiðin til að, og svo var það skólanum til skammar ef að hann var sem sagt einhvers staðar frá toppunum og þetta var nú sem betur fyrir lag með að venda náttúrulega skólarnir eru svo ólíkir, 1200 manna fjölbreyttar framhaldsskóli sem að er með all litrófið frá sérdildunum upp í þetta og hitt og hygg og þangað eða lítill bóknámsskóli niður í bæ sem að velur inn hæstu nemendurna, þannig að það er svo ólíku saman í efnu. En svo var einmitt eitt þessu mjög tengt er að kannski fegurðin við íslenska skólakerfið, grunnskólakerfið, er að þar er einmitt ekki hægt að kaupa sig nema í einhver mjög takmarkuðu mæli út úr því eða fram yfir eitthvað og hlaupa til út af því að þú býrði við fjármagnin til að gera það. Að þar komu saman börn úr öllum áttum inn í bekkina, blönduðust og menntuðust saman. Þetta hefur nefnilega breyst aðeins líka því að skólarnir eru svo hverfaskiptir. Og það er búið að rannsaka það á síðustu árum hvernig þetta hefur breyst eftir hverfum í borginni, vestur í bæ eða upp í Breiðholt og svo víðar sem að innflytjendur eru margir og annað, tekjur foreldra og annað þetta er orðið náttúrulega svolítið lagskiptara líka á milli skóla. Það er að vera til svona millistétta skóla í Fossvoginum og 107 og fleira. Nokkrir þannig. Og ígist mjög hratt vegna þess að það sem að ræður hvar fólk vil búa, að skólinn skiptir miklu máli. Mjög miklu máli. Og þá flytur fólk inn í, eða á efni á því að kaupa hæð á 107, þá er það raunverulega að kaupa félagsskap fyrir barnið sitt inn í réttarskólanum. Kaupa það inn í vinsælu krakkar slíkuna. Það eru engir það eru ekki einhverjir stórir innflytjendabekkir að þvælast fyrir og þannig að það er margt svona að gerast í kerfinu sem að þarf líka að skoða þessu öllu samfara, hvernig grunnskóla, leikskóla, framhaldsskóla viljum við byggja upp og búa að til framtíðar, af því að þegar að í rauninni það bara svona þróa svolítið áfram umræðu lítið eftir, nú mikið hamast í menntamálaráðherra núna að Morgunblaðinu fyrir að hafa ekki komið fram með skýrslu stöðuna og nýjar aðferðir til að mæla og sjálfsagt eitthvað til í því og allt það en það er bara ángi af miklu stærra máli að við höfum ekki gefið þessum málum svigrúm og stjórnmálin hafa kannski ekki tekið neitt svona sérstaklega heildstætt utan þetta árum saman. En ef þú skoðar ákvarðanir sem eru teknar, þá til dæmis var einhvern veginn tekin ákvörðun það að framhaldsskólarnir voru hverfisskólar. Já, þeir voru akkurat nákvæmlega. Það var tekin ákvörðun að gera það ekki, sem að leiði til þess að við fáum svona elituskóla, að það verður bara eftirspurn eftir að komast í MR og Vestló, ég veit ekki hvernig staðan er akkurat núna, það getur verið einhverjir aðrir skóla sem er komnir hann upp, sem að leiði til þess að þú ert komið með skóla sem eru með tiltölulega einsleitan nemendahóp. Já, og ert í raun að mennta þá inn í mjög fá fög upp í háskóla. Já, líka menntað á inn í félagslega bækluðu samfélagi, það sem allir eru eins og þú. Akkurat. Og þar lendi þegar þú kemur út úr því að þá ertu hálf vannmáttur til þess að lifa í opnu lýðræðslegu samfélagi, það sem er alls konar fólk. Já, nákvæmlega. Og þetta er sérstakt vandamál í Bretlandi og við þekkjum það alveg frá Frakklandi, í elituskólunum sem eru þar og er bara þekkt að til dæmis forysta íhaldsflokksins er oft bara hálfgerðir virdós. Gervöll forysta íhaldsflokksins í Bretlandi fyrir nokkrum árum var þaðan, David Cameron og Osborne og Boris Johnson, það var til frægar bekkjamyndir aðeins með pípuhattana í röndóttu buxunum og þannig að sérstaklega í þessari yktustu mynd það kemur fólk alltaf mjög undarlega forritað út úr þessu skólum. Eru höfundar Grenfell-tursins, af því að það var nú í fréttunum í vikunni, það sem er bara hort fram hjá öllum varúðar bjöllum. Já, þarna voru fátæklingar og innflytjendur í þúsundavís. En ég kannast ekki við umræðu, svona opna umræðu, þótt ég kannast náttúrulega til dæmis við rannsóknir Bergnýtar Rósar og fleiri, þessa þróun í áttina í elituskólum. Þá kannast maður ekki við alveg í hinni umræðinu hvert skólakerfið eitthvað að þróast.
Því að í sjálfu sér það sólít hugmynd að koma, við skulum bara bakka aftur í sko hverfiskerfið, þannig að MR bara mennta hérna krakkana þarna í kring og það verður bara þá samfélag sem verður bara líkt samfélaginu þar í kring og þar frem til göttunum. En þannig að mér finnst sko andstaðan við einhverja þróun sem að virðist verið í gangi og þú varst að tala skólana til sveitarfélagana það var gerðist í tíum Björns Bjarnasonar og vitandi hvaðan hann kemur að þá það náttúrulega bara leið í því að sko að skólarnir fara að þróast með ólíkum hætti það hérna ef þú horfir á þróunina í Svíþjóð sem að komið miklu lengra en við í því að markasvæða grunnskólakerfið illu heilli og það eru bara held ég 3 risa fyrirtæki sem að meira og minna drottna yfir kerfinu og orðið gríðalegur stéttamunur og menn ætti að hafa því huga þeir hafa áhyggjur af óeirðum og óöld í fátakari hverfum Svíþjóðar að þá það afleiðing af breytingum í skólakerfinu. Já, akkurat. Og var vara við því þar. En á þeirri leið Svíana að þá var þetta að flytja sko grunnskólana yfir í sveitarfélögin sem svona lítið á það sem bara áfangi að því verðum að tala þá sem alltaf að leggja fram nýja skýrslu og þau breyta aldrei neinu að því þeir eru alltaf bara býða af sér veðrið í þessi veðrið sko. Þeir alltaf náðu sér gegn. En málið sko, það má kannski segja sko að svona í grunni kannski liggur einhver hugmyndum svona valdreifingu og nærþjónustu þegar verið að færa verkefni til sveitarfélagana en svo getur vel að sé allt önnur einmitt agenda á bakvið það líka. Það var alltaf þegar var svona kannski dýnamískust umræðan að fækka og stækka sveitarfélögun fyrir svona 12, 14, 15 árum og þá var alltaf hugmyndin að það yrðu færri, stærri og fengi fleiri verkefni og tala löggæsluna og framhaldsskólan. En hins vegar held ég að það hefur nú verið lítill þrýstingur líka innan úr framhaldsskólakerfinu til að það gengi eitthvað sérstaklega eftir þannig að enda umræðan óþroskuð og aldrei verið tekin hver tilgangurinn og hver verið afleiðingarnar. En ef þú hlustar út í samfélagi núna umræðan skólamál þá var hún fyrst og næst ekki frá hægri. Já, og þannig hefur það verið og þú varst að nefna Tómas Inga Orlik og styrkingu framhaldsskólana þannig hefur það verið þessu öld ég held að bara, og það hefur bara verið ég getur farið bara lengra sko, bara síðustu 30-40 árin það sem að gerðist 74 eða ekki þegar koma ný grunnskólalög þegar grunnskólinn búinn til það svona vinstri fylgja breyting. Akkurat. Eftir það hefur sko sagan umræðum skólamál í Íslandi meir og minna verið hægrið sem að reyna að brjóta þetta niður. Já, algjörlega og það koma svona smá slotar aðeins eins og það Svavar Gestsson menntamálaráðherra í 3 ár líklega 88 til 91 í vinstri stjórninni hans. Það engin landvinningar á móti. Nei, það kannski bara verið að halda í horfinu og færa eitthvað til betri vegar sko. Hann var góður menntamálaráðherra en gafst kannski ekki tími til að gera margt. Og Katrín setti þarna inn meðal annars að því ég vitna í það að skólinn ætti að vera sko undirbúa fólk til þess að taka þátt í lýðræðislegu samfélagi. Hún setti svona smá inn eins og væri svona vísun yfir í 74 en hún náði ekki að bakka tilbaka yfir allt sem hafði eyðilagst til dæmis í menntamála ráðherratíð Björns Bjarnasonar. Nei og á þeim 4 árum gerðist það auðvitað alls ekki sko og kannski ekki miklu fjármuni til skiptana en það snýst kannski ekki bara það, þetta snýst líka um fyrirkomulagið og ramman. Þá spyr ég þig að því að þú kemur þú ert samfylkingarmaður og komst inn í samfylkinguna hvaðan? Frá Alþýðuflokknum? Alþýðubandalaginu, við komum þaðan nokkur sko þegar við fórum að stofnuðum grósku til að berjast og knýja á samfylkinguna sko. Þú ert grósku kynslóðin? Já, sem hafði mikil áhrif á þróun vinstri starf. Þá spyr ég þig, sko menntamál voru bara eina höfuðmáli sko sósíalista. Já, nákvæmlega. Og ef ég tel þá sósíaldemókrata á þeim tíma með sósíalista. Já, mikil ósköp. Af hverju í veröldinni þetta ekki sko stóra mál í dag? Já, það ætti að vera það. Af hverju þetta bara öllum ráð í höndunum á mokkanum á hægrinu? Já, og sérfræðingum.
Það ætti að vera það, algjörlega, og það er bara ástæð. Við allavega gerðum heilmikla tilraun til þess að gera þetta stóru mál í Samfylkingun á tímabili. Við fórum í mikla herferð, heimsóttum skólakerfið meira og minna allt saman, eða sem sagt hluta af því á öllum stigum og mennta sók Samfylkingarna þá. Og síðan eru liðin mörg ár og margt gerst og allt það, en það er bara ástæða til að brýna auðvitað vinstriflokkana og jafnaðar og félagshyggjuflokkana til að taka þessi mál upp. Og því að alveg eins og við vorum að tala þessum áðan að það er eins og að menn gefi sér ofta þetta sé svona einhver þungur, flókin málaflokkur sem sé ekki skemmtilegur og spennandi, en svo þegar þú ferð að tala það, eins og þið hafa verið að gera þá kemur í ljós hvað þetta er dýnamískt, skemmtilegt og spennandi mál. Og þetta taka alls konar þætt úr því og ræða og kryfja og gera þetta með skólasamfélaginu sjálfu. Það eru bestu hugmyndirnar hvernig á að breyta kerfinu. Já, og nær líka tengjast svolítið svona grundvallaratriðum á hverju við ætlum að byggja samfélag. Algjörlega, og það er náttúrulega tengi svo mörgu. Nú náttúrulega kannski aðal umræðan síðustu daga hefur eðlilega verið hræðilegar uppákomur, ofbeldisbrot og hnífabardagar. Og allt tengist þetta auðvitað hvernig við erum að vinna með börnunum okkar auðvitað bæðin á heimilunum og svo í skólunum og hvernig samspilið er þarna á milli. Hverjir verða útundan, hverjir verða utangarðs og það gerist oft svo fljótt. Viðbröðin okkar eru málmleitartæki, sko. Já, það er alveg kostulegt, sko. Það er einu viðbröðin, sko. Næst verður krafan að kennara verði vopnaðir eins og er í Bandaríkjunum. Eins og Donald Trump er að boða, að verði bara haglabissa í skúfunni, sko. Þannig að, þetta er auðvitað háskaleg þróun og sjálfsagt að finna einhverjar aðeins uppbyggilegir leiðir til að bregðast við henni. Herðu, Björgvin, takk fyrir að koma hingað og ræða skólamál. Kæra þakkir. Kennari og stjórnmálamaður. Herðu, þetta eru lokin á Rauða borðinu í kvöld. Ég þakka öllum gestum sem að hingað komið. Ég þakka líka Birni Þorláks fyrir að hjálpa mér með myndavélarnar og Pétri Fjellsteð og Laufey Ólafsdóttur fyrir að taka upp og senda út og ykkur fyrir að breyta þessu spjall okkar í fjölmiðlum. Þannig á því nærist samstöðin. Og þannig hefur hún byggst upp. Hún hefur byggst upp þannig að fólk segir vinum og vandamönnum frá efni sem að það hefur séð eða heyrt hér á samstöðinni og þá fara fleiri að skoða og þannig stækka dreifikjörf okkar. En fyrst og fremst hefur samstöðin byggst upp á þeim hluta áhorfenda og áheyrenda sem hafa gerst áskrifendur og lagt samstöðinni lið. Það kostar 2.500 krónur, þú getur skráðið með því að fara inn á samstöðin.is. Það er hnappur sem ástendur áskrift, þú mátt borga meira ef þú vilt. Mér er sagt að 2.500 krónur séu frekar lágt, það kostar næstu 10.000 kall að vera áskrift á mókanum. Og þeir sem kjósa geta látið áskriftina renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið og það er Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðina. Þetta er fjölmiðl sem er rekinn af og er stjórnað af áhorfendum og áheyrendum. En þetta er nóg í bili. Ég segi góða nótt. Á morgun verður Rauða borðið klukkan 16, klukkan 4 í eftirmiddaginn. Þá ætlar Björn Þorláks að fá hingað gesti og fara yfir fréttir vikunnar. Hvet ykkur til að fylgjast með því. Takk fyrir í bili. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.